Talvan eitthvað aðeins fyrir YouTube-inu. Augnablik. Allt að koma. Allt að koma. Give us a minute. Everything is getting ready. Já. Yes. Þetta hlýtur að koma maður. Jú, byttu. Þetta að koma. Sko mig. Þetta. Og hvað? Ertu bara lengi inn á? Það sést ekki. Það skiptir ekki máli. Við erum bara fólk komið sér fyrir og Amen. gefa fólki tíma Continue. til þess að koma á. Já. Við erum komin á Við erum í síðustu kaflana í Hebreubréfinu. Hebrew. Yeah. Herðu, það er live á Instagram. Já. Sjá. Real life. Býtum við tókum... Real life. Við tókum... Við lásum hvað í gerð? Við lásum... held ég 11 og 12, nei, manni Nei, 10 og... 10 og 11. 2 kafla. 10 og Skrifa bara næst hvað við tókum bara inn á Instagram. Hörru, Instagram er ready. Ready. Næsti. Næsti. Þú sést smá, eða ekki? Já. Hallanum svona. Já, passaði þú dettur ekki út? Þetta er út, Nei, svona. 1, 2 og... Þetta segist þér real, sko. Þetta er alvöru. Þetta er alveg. Já, þetta hverfur ekki. Gaman að þessu. Gaman að þessu. Og verið velkomin á skjáinn. Ég er á Grace Church Daily Prayer. Yes. On this wonderful Thursday. Yeah. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. Og sem yndislega fimmtudegi. Verið velkomin á skjáinn. Amen. Og þið segja amen. Amen. And like always, Yeah. my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já. Elsku Jesús, við leggjum þessa stund í þínar hendur, elsku Drottinn minn. Heilagur Andi, ég bið þess að þú snertir við okkur öllum og bara þakka fyrir að við erum ljós fyrir þá sem eru heima að horfa og bara að þú fór að nota okkur bara á þinn máta, elsku Jesús. Ég bið þess að þú blessir varir okkar Sigga og gefur þeim sem eru heima frið í huga sinn og hjarta sitt og blessir okkur öll í Jesú nafni. Amen. 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 Og við ætlum að lyfta nokkrum nöfnum upp í náðina. We're gonna lift up 5 names up to grace. Við ætlum að we're gonna lift up Helgu, Sveini, Óskari, Inga, Önnu, Einari, Söru og Evu. Yeah. We ask you to pray for them and lift them up to God and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them with what they are struggling with and bless them. And if there is sickness there or something that needs healing, then we ask you to pray for them, and God knows that when we pray, God answers our prayers, and that's why we ask you to pray for them. Yes. Eins og við vitið að Guð ansar okkar bænum og við biðjum ykkur að lyfta þessum nöfnum til Guðs og biðja Guð að blessa þau og biðja hann heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður
sem eru þar, hvort sem það eru veikindi eða eitthvað öðru sem þarf að biðja fyrir í Jesú heilaga nafni og allir segja Amen á þessum yndislega fimmtudegi. Everybody say Amen on this wonderful Thursday. And we are gonna read today, I'm gonna read from Hebrew, the chapter 11 and chapter 12. And then var ég 11 og 12. Það alveg, getur þú séð hvort það hefur 11 og 12? Já. Ég skrifaði það svona ekki, sko. Skrifaðir ekki niður. Hvaða kafla við tókum? Jú. Nei. Hvað er við ruglum í dag? 12, var ekki 11, 12, nei, já, bara 1. Við tókum 2 kafla allavega. Já, nei, ég tók bara 10 og 11, ekki. Byrjum með að sjá það. We're gonna have to go over what we read. Yeah. This is my En það kemur að, ég ætla að lækka í. So we are not reading some again. Og því mér finnst að við ættum að enda á Já, ég. 12 og 13. Sem. Það er skam. Það teka því. Þetta var þetta gett langi kaflar. Já, tjekka á hvað kafla. Sorry about this. Just need to have everything right here. Já. Nei, þetta er við núna. Má fyndi. Dans. Hérna. Ok, tjekka þessu. Tjekka, bara byrja að lesa. Velkommen. 10 that we are going to read today and 11 in the Hebrew. 10 allavega. Þannig að við erum á 12 og 13. Oh, yeah. So we are going to read chapter 12 and 13. Yeah. And then, like I thought, then we are finished with Hebrew. When we have finished reading Hebrew, then and may these words be a blessing to you. And if you have been following us here on Daily Prayer, then you have read the whole chapter in Hebrew. And then you have finished with that. And like the New Testament is the good news. And that's what we are supposed to preach. Yes. Not from the Old Testament. We are supposed to be spreading, like Jesus said, the good news is the New Testament. And so we let you go through with us through the scriptures of the New Testament. Yes. Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Við biðjum ykkur að þeir sem hafa hlusta við fari í gegnum okkur með góðu fréttirnar sem er Nýja testamentið, en við erum ekki að fara í gamla testamentið, því það er því Jesú vildi að við kemum með góðu fréttirnar sem eru Nýja
testamentið og nýji sáttmálinn sem Jesú Kristur gerði við okkur, að við lifum undir náð en ekki Amen. undir lögmáli. We are under grace, but not Yes. under the law. In Jesus' name, amen. 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 That's the good news. And I'm going to start now in chapter 12, and I'm going to start now to read in Icelandic, and then I'm going to play this in King James 16:11, so the scripture is right. In Jesus' name, amen. Amen. Fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta, létum við þá oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum tólgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásætis Guðs. Virði hann fyrirliður, sem þol hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurunum til þess að þér þreytist ekki og látið ekki hugfallast. Í baráttu yðar við syndina hafið þér ekki ennþá staðið í gegn, svo að blóð hafi runnið og þér hafi gleymt áminningunni sem ávarpið yður eins og syni. Sonur minn, lítilsvirðið ekki hrýtningu drottins og láta ekki heldur hugfallast hann lyftar þegar hann tiftar þig, því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert þann son hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fyrir með yður eins og syni. Hver sonur sem faðirinn ekki agar, en séu þér án aga sem allir hafa fyrir orðið, þá eru þér þrælbornir og ekki synir. En það að við bjuggum við aga jarðneskra feðra og bárum virðingu fyrir þeim, skildum við þá ekki miklu fremur vera undir gefnu föður andana og lifa. Feður vorir öguðu oss fáa daga eftir því sem þeim leist, en svo til gagns agar hann oss svo að við fáum hlutdeild í heilagleika hans. Í bili virðist allur agi að vísu ekki vera gleðiefni, heldur hryggðar, en eftir á gefur hann þeim við hann hafa tamist ávöxt friðar og réttlætis. Réttið þig út máttvana höndum og magndróta knjám, látið fætur við að feta beinar brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundið frið við alla menn og helgum því án hennar fær engin drottin litið. Hafið gát á að engin missi af Guðs náð og engin beiskjubrot rennu upp, sem truflum valdi og margir sörgist af. Gæti þess að eigi sér neinn hórkall eða vanheilagur eins og Esú, sem fyrir einn málsverð lét af hendi frumburðarétt sinn. Þér vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur gjör þegar hann síðar vildi öðlast blessunina. Þó hann hafi grátbændi hana, hann fekk ekki færi á að iðrast. Þér eru ekki komið til fjalls sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta myrkurs ofvirðis og básúnar hljóms og rausta sem tala svo að þeir sem hana heyrðu báðu undan því að meira væri til,
sín tala, því að þeir þoldu ekki það sem fyrir var skipað. Þó það sé ekki nema skepna sem kemur við fjallið skal hún grýtt verða. Svo ógurlegt var það sem fyrir augum bar að Móses sagði, ég mjög hræddur og skelfdur. Nei, þeir eru komnir til Síonfjalls, borgar Guðs, lifandi hinnar himnesku Jerúsalems, til 20.000 engla, til hátíðarsamkomu og safnaða frumgetina sem á hinum eru skráðir til Guðs, dómar allra og til anda réttlátra sem fullkomnir eru orðnir, og til Jesús með algangara nýs sáttmála og til blóðsins sem hreinsar og tala kröftulega en blóð Abels. Gæti þess að þeir hafnið ekki þeim sem talar, þeir sem höfnuðu þeim gaf guðlega bendingu á jörðu, komust ekki undan, miklu síður munu vér undan komast ef vér gjörumst fráhverfur honum, og fráhverfur honum guðlega bendingu gefið frá himnum. Raust hans lét jörðina bifast fyrrum, en nú hefur hann lofað, en einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinn. Orðin en einu sinni sýna að það sem bifast skapað og hverfur til þess að það standi stöðu sem eigi bifast. Það sem vér því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum vér þakka það og þjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og ótta, því að vor Guð eyðandi eldur. Og nú ætla ég að biðja mína yndislegu fallegu konu að lesa síðasta kaflan í Hebreabréfinu. Yeah. She's gonna read the last chapter in Hebrew, my beautiful wife, so she's gonna end the chapter. Bróður Quantum? Það er svo langt, já. Þú ekki veit á það? Það er svo langt. Ok. Bróðurkærleikurinn haldist, gleymið ekki gestrisninni, því vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Minnist bandingjana sem væru þér sambandingjar þeirra, minnist þeirra illt líða, þar sem þér sjálfur eru einnig með líkama. Hjúskapurinn sé í heiðri, hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð. Því að hórkalla og frillulífsmenn mun Guð dæma, sýnið enga fégirni í hegðun yðar, en Guð látið yður nægja það sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Því getum vér öruggir sagt, Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta menninni gjört mér? Verið minnigur leiðtoga yðar, sem Guðs vor orð hafa til yðar talað, virði fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki afvegaleiða yður af ýmislegu framandi kenningum. Það gott að hjarta styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir sem syndu slíku höfðu eigi happa því. Vér höfum altari og hafa þeir tjaldbúðina þjóna ekki leyfi til að eta af því, því að brennd eru fyrir utan herbúðinar hræ þeirra dýra sem æðsti presturinn ber blóðið úr helgidóminum til syndafórnar. Þess vegna leið Jesús fyrir utan hliðið, til þess að hann geti helgað lífin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herbúðirnar og berum
og byrjum vanvirði hans, því að hér höfum við ekki borg en stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Fyrir hann skulum við því án afláts fram að lofgjöra fórnið fyrir Guð. Ávöxt vara að játa nafn hans. En gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni, því að slíka fórnir eru Guði þóknanlegar. Hlýðið leiðtogum yðar eða verðið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að lúka reikninginn fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gjört það með gleði en ekki með andvarpi. Það yður til ógagns. Biðja fyrir oss, því að við erum þess fullvissir að við höfum góða samvisku og viljum í öllum greinum breyta vel. Ég bið yður enn rækilega að gera þetta, til þess að þér fáið mig brátt aftur heimtan. En Guð friðarins leiddi hinn mikla hirð sauðanna, Drottinn vorn Jesú upp frá dauðum, með blóði eilífs sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gera vilja hans og komi því til leiðar í oss, sem þóknanlegt í hans augum, fyrir Jesú Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Ég bið yður, bræður, að þér takið vel á þessum áminningaorðum. Fáort hef ég ritað yður. Vita skulu þér að bróðir vor Tímóteus hefur verið látin laus ásamt honum, mun í heimsækja yður. Komi hann bráðum, berið kveðju öllum leiðtoga yðar og öllum heilugum. Menninni frá Ítalíu senda yður kveðju. Náð sé með yður öllum. Í Jesú nafni, amen. In Jesu nafni, amen. Amen. In Jesus' name, amen. And now we are gonna play this in English so everybody understands. Yes. Njótið. Í Jesu nafni, amen. Amen. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son. Despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward,
when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them any more. For they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably, with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Hebrews 13. Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Remember them that are in bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Be not carried about with divers and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here have we no continuing city, but we seek one to come. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name. But to do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly. But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words.
Know ye that our brother Timothy is set at liberty, with whom, if he come shortly, I will see you. Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy salute you. Grace be with you all. Amen. Amen. Í Jesú nafni, Amen. amen. Epistle from Já, And everybody say amen on this wonderful amen. Thursday. Já, Og þú segir amen á þessum yndislega fimmtudegi og með þessu orð hér í dag sem við lásum og vera blessun til ykkar og gefa ykkur innblástur inn í Guðs orð. And may these words today be a blessing to you and inspiration to you. In Jesus' name, amen. amen. And now we are going to give you the opportunity to receive God into your heart. And like God promised, if you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins and he rose on the third day and he's alive today, and you believe that in your heart, then God is gonna come with his Holy Spirit into your heart and he's gonna save you, and then you can pray to him and get his blessings. And may God bless you if you have these words after me. Og nú ætla ég að gefa þér, þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið við Guðinn í hjarta þér, að eiga þessu orð eftir mér og að þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndið þínar og hann hafi risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag, að þá mun hann frelsa þig og heilagur andi mun koma í hjarta þér í Jesú nafni. Amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. And this is the best decision you can do, because Yes. like Jesus came, he came with grace, and that means we do mistakes and God, because he gave our sins, he took our sins away and he took them on him, and when we do something wrong, it goes on him, and we just have to repent, and he knows that we are not perfect, and that's why he always forgives us. Doesn't matter what we do, he always forgives. And that's his promise, because he loves us, and that's why he made us. Og svo þetta virkar þá lifum við undir náð, og þegar við lifum undir náðinni og þá virkar það þannig að ef við gerum eitthvað rangt, að þá fyrirgefur Guð okkur þá hluti sem við gerum ranga, og við þurfum bara að hafa heiðarandi í hjarta og Guð fyrirgefur okkur það, og hann byggir okkur innanfrá og gerir okkur að betri manneskjum. Eins og Jesús segir, engin maður góður maður. Like Jesus says, there is no good man, it's just a better version of you, and
He builds you inside to be a better person. Like me, I'm not perfect. Like my wife, she's not perfect. But she is almost perfect. She's perfect for me. In my eyes, she's perfect. And it's just eins og fyrir mér, kona mín fullkomin og það bara þannig og ég elska hana út af lífinu. I love her to the end of the world like God loves me. Like I cannot love. It's just His love is the ultimate love because He made love. Eins og Guð, hann gerði ástina í Jesú nafni og Amen. 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 His love, His Amen. like we read in the scripture, He is love, and love doesn't judge you. It doesn't go like punishing you or doing something like that, because love doesn't punish, and that's why He's His grace, and He has always mercy on you. Því hann náð og þá hefur hann alltaf fyrirgefninguna í hjarta sér til þín. Í Jesú nafni, amen, on this wonderful Thursday. Og allir sé amen, amen, Amen. amen, amen. And now I'm gonna start the salvation prayer in Icelandic. And you who are listening, and you wanna follow the team of we the people of the church, not the house. That's not the church. We the people of the church, not the buildings we build. That's another thing. It's just a God house, but it's not the church. The church are we, the people who believe. That's well, munið þetta er Guðs hús, en við kirkjan erum fólkið sem trúir. Og fólk á svolítið stundum til þess að misskilja þetta og segja að kirkjan sé húsið, en það er ekki svo. Kirkjan er fólkið sem erum við, sem komum kannski inn í hús Guðs sem menn hafa byggt til þess að sýna virðingu til Guðs og byggt fallega byggingar og til þess að minnast hans í Jesú nafni. Því við tilbiðjum ekki hluti, við tilbiðjum Guð, lifandi Guð. Við erum ekki að tilbiðja húsin sem eru byggð eða eitthvað líkneski. Það gerum við ekki. We are not praising the houses or some items. We don't do that. We praise God. And we praise to Jesus Christ and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen, amen, on this wonderful Thursday. Stopp. So, have these words eftir mig og hafði þessu orð eftir mér, þú sem ert að hlusta og langar til að taka þessa ákvörðun, þá þarftu bara að hafa þessu orð og trúa því í hjartaðir. Og þá kemur Guð inn í lífið og þá farðu gjafir hans og farðu blessun hans. Í Jesú nafni, amen. Amen.
Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi þú sér svona Guðs, ég trúi þú sért sonur Guðs, ég trúi það hafi dáið á krossinu fyrir syndi mínar ég trúi þú hafi dáið á krossinum fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og allt dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi það hafi risið upp frá dauðum til að gefa mig líf. Ég trúi að það hafi risið frá döðum til að gefa mig líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar Jesús, ég bið að fyrirgefa mér allar syndi mínar og þvoð mig algjörlega með blóðið þínu. og þvo mig algjörlega með blóðið þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt er í ný sköpun, að fyrir blóð þitt er ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður þér. og elskaður þér. Í Jesú nafni, Amen. Og vertu velkomin í Já. Guðs ríkið, þú sem að Halleluja. fórst með þessi bæn Já. hér. Og ef þið hafið spurningar þetta, þá getið þið sendt okkur hér hjónunum Já. spurningar þetta og við munum ansa ykkur og svara þeim spurningum sem þið viljið og þið getið sendt hérna í einhverja skilaboðum til okkar og við skulum ansa þeim. Og það er okkar tilgangur hér að boða trúna og komið með bara spurningar og við munum svara þeim. Já. There's a lot of questions coming on the screens here. Okay, so now I'm going to read the salvation prayer in English. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins I believe that you died on the cross for my sins and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now. Þetta er Hercules. and I ask you to come into my life. And I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and I live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In In Jesus' Jesus' name, Amen. Amen. And be welcome come to the kingdom of God. In Yes. Jesus' name, Amen. Amen. And if you have questions, just send us questions. We will answer them. And now, my beautiful wife is going to end this on this. The prayer that Jesus taught us. Mhm. But before that, I'm going to remind you of, always like I do, is tell your loved ones that you love them, Yes. your children, and pray for them, Mhm. and love your neighbor, Amen. and pray for your neighbor, Yes. and
pray for your enemy, and then God is going to bless you because we are His creation. All people on this planet are made by Him. So we are all His children, and that's why we have to pray for His children. Og munið að biðja fyrir ástvinum ykkar og fjölskyldu og einnig að biðja fyrir náunganum og elska náungan og einnig að biðja fyrir óvin ykkar og þá mun svo Guð svo sannarlega blessa þig því við erum öll sköpun hans og við erum börn hans öll hér á jörðinni og því ber okkur sem kristið fólk að biðja fyrir börnunum hans því við erum sköpun hans. Í Jesú heila nafni. Amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. And we are going to see you tomorrow. And we love you here from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislegt kvöld hérna á Íslandi og wherever you're in the world, have a wonderful, wonderful, wonderful Thursday. And now you're going to end this on the prayer that Jesus taught us. Yes. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Hald þú oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen on this wonderful Thursday. Yeah. And we are going to send you a message before we go on air tomorrow. And we are going to see you tomorrow. And love to have you on here. And we love you. Bye-bye. Bye. Love you. Bye. We're gonna start this step by step. We've got 4 platform. Eitt skrif í einu, 4 plattform í gangi hérna. Við getum bara að slökkva á YouTube. Við elskum ykkur.